Ég stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu náttúrulega stórkostlegt. Ég algjörlega viss það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eiga eftir að ná í toppbaráttuna. Ég hef engan sérstakan áhuga á fótbolta sjálfur en ég á ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig, ég á bara eitt uppáhaldsfótboltalið og það er eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna, það er IA að sjálfsögðu og ég hugsa að ég hafi aldrei Markið hjá henni Ingunni er alveg ógleymanlegt sem maður sá fyrir 2-3 árum. Mér fannst alltaf einstakt að fá að hlaupa inn á þennan völl sem hefur verið mér svo kær alla tíð. Já, við þarna lögum snemma af stað frá Akranesi, kynnum fjörðinn og stoppum aðeins í Ártúnshöfða og fengum okkur pulsu og kók og mikið spáð og spekulega varðandi leikinn eins og var gert vanalega og síðan fór á Laugardalsvöllinn og það byrjaði ballið, mikið stemming. Þetta var 9 marka leikur. Teitur með 2, Jón Gull með 2 og Matti Hallgríms með 2. Árni og Jón Gull með 6-3. Man mörg eftirminnileg tímabil í knattspyrnusögu Akranesi og sérstaklega er mér kannski minnistæðast tímabilið 90-2000 og þá sérstaklega leikurinn 96 IA KR sem við unnum glæsilega 4-1. Svo ég eina uppáhaldsminningu frá því eldgamla dag þegar ég var bara lítill strákur átti ábyggilega heim á Garðabrautinni en Jón Þorbjörnsson sem var markmaður Skagamanna þá, hann skoraði yfir völlinn úr markspyrnu. Það er eitthvað sem maður gleymir aldrei. Þegar meistaraflokkur kvenna var endurvakin hérna fyrir nokkrum árum síðan þá fylltist maður þessari tilfinningu að þetta á bara að vera svona. Það á náttúrulega að vera topplið í kvenna- og karlaflokki á Akranesi og það er bara ekkert annað í boði. Ég flutti á Skagann 2001 og var í Vestmannaeyjum þegar Siggi Sigursteins tryggði IA Íslandsmeistaratitilinn. Síðan þá er bara ekkert aftur snúið, það er bara IA all the way. Markið sem Garðar skoraði á móti KR. Það var æði. Það var æði. Ég mun ganga á þessum vegi Lífsins dagur fyrir Ég mun ganga á þessum vegi Lífsins dagur fyrir Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Það er eldhugur í okkur. Við erum IA. Við erum IA, öll sömul. Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Og gleymum aldrei, við erum IA. Komið sæl og verið velkomin með okkur á IA TV samstarfið Omnis og á Akranesi og Síman á leik IA og Sindra frá Höfn í síðustu umferðinni í fyrstu deild kvenna. Við ætlum að byrja hérna á að skoða stöðunni í deildinni, hún er áhugaverð á toppnum.
Selfoss og HK Víkingur sem eru að eigast við í dag eru efst með 36 stig en Þróttur Reykjavík á starffræðilega möguleika á að komast upp fyrir annarkvort þetta lið en til þess þurfa að vera stóran sigur. IA situr sem stendur í 15. sæti með jafnstu og IR og ég veit að markmiðið síðari hluta sumars var að enda í efri hluta töflunar og með sigri í dag að þá tryggja þær það. Við skulum kíkja á byrjunarliðin. Í dag hjá IA í markinu Marja Mist Guðmundsdóttir nr. 1 og aðri leikmenn eru nr. 4 Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir, nr. 6 Hulda Margrét Brynjarsdóttir fyrirliði, nr. 7 Unnur Ýr Haraldsdóttir, nr. 9 Marín Leósdóttir, nr. 11 Fríða Halldórsdóttir, nr. 13 Birta Stefánsdóttir, nr. 17 Heiðrún Sara Guðmundsdóttir, nr. 18 Perdís Fanney Einarsdóttir, nr. 24 Aldís Silva Heimisdóttir og nr. 31 Sigrún Eva Sigurðardóttir. Þjálfari Skagans að sjálfsögðu Helena Ólafsdóttir. Hjá Sindra byrjunarliðið þannig skipað nr. 91 í markinu Sara Susann Small, nr. 3 Freyja Sól Kristinsdóttir, 4 Siggerður Aðalsteinsdóttir, nr. 6 Erla Dís Guðnadóttir, nr. 8 Shamika Fisley, nr. 11 Ólu María Arnarsdóttir, nr. 13 Ylva Beatrix N. Stefánsdóttir, nr. 14 Guðrún Ása Aðalsteinsdóttir, nr. 17 Benny Bitzer, nr. 18 Chesley Strother og nr. 24 Logey Rós Vakfjörð. Þjálfari Sindra Yngvi Ingólfsson. En þessi lið hafa mæst 7 sinnum áður í keppnisleikum á vegum KSÍ og það óhætt að segja að IA hafi betur þar, hefur unnið alla leikina nema 1 og með markatöluna 34-2 þannig að við ættum að búast við ef allt eðlilegt í sögulegu samhengi að sjá Skaga sigur hér í dag en að sjálfsögðu ekkert í hendi með það. Nú eru liðin að koma inn á og síðasti leikurinn í sumar hjá meistaralokki kvenna á Akranesi framundan og ég vona að þið fylgið okkur til enda í því. Skagamenn, eða Skagakonur skulum við segja. Skagakonur eru núna á góðu skriði í deildinni, hafa verið taplausar í 4 leiki. Við skulum skoða síðustu 5 leikina hjá þessum liðum. Síðasti leikur IA var gegn Víking Ólafsvík á útivelli með 2-1 sigur. Þar áður heimaleikur gegn Grótti sem endaði með jafntefli 1-1. Þar á undan stórkostlegur útisigur gegn toppliði Selfoss 1-0 og þar áður heimasigur gegn Hömrunum 5-0. Síðustu leiki Sindra, þær eru búin að sigra 2 síðustu leiki. Þar var útisigur gegn Tindastóli og stórmerkilegur og góður sigur fyrir okkur Skagamenn. Þær sigruðu IR 4-1 sem að gera það verkum að Skaginn komst upp fyrir IR í töflunni. En þar á undan frekar slakt gengi. En nú fer þetta alltaf að bresta á. Liðina heilsast. Það að sjálfsögðu heil umferð. Þessi lokaða umferð öll spilið í dag. Auk þessa leik sem hefst núna klukkan 1 í á Sindra. Þá það Hamrarnir sem taka móti Þrótti klukkan 2. Keflavík tekur móti Víking Ólafsvík. HK Víkingur spila gegn Selfossi í gríðarlega mikilvægan leik og síðan tekur IR á móti Tindastóli. Allir hinni leikinni klukkan 2. Eins margir leikir spilaðir í öðrum deildum. Það spilað í Pepsi-deild Kalla í dag. 2 leiki KR IBVF og Víkingur Ólafsvík Fjölnir. Í innkassodeildinni taka vinir mínir í leikni Fáskrúðsfirði á móti Haugum og HK tekur á móti Þór. Í annarri deildinni eru 5 leikir. Þar ber hæst frá persónulegum sjónarhóli heimaleikur Hattar gegn Magna, Höttur í mikilli fallbaráttu og eins Fjarðabyggð Huginn sem Fjarðabyggðar menn vilja eflaust sigra og koma sér upp fyrir Hött á botninum úr fallsæti. En við ætlum að fylgjast með leik IA og Sindra og dómari leiksins í dag Óli Njáll Ingólfsson. Honum til aðstoðar eru Sveinn Tjörfi Viðarsson og Viktor Pétur Finnsson.
kannski fara yfir varamannabekkina hjá liðunum. Hjá IA á bekknum Unnur Elva Traustadóttir, Steindóra Sigríður Steinsdóttir, Ásta María Búadóttir, Eva María Jónsdóttir, Karin Þórisdóttir og Rut Þórðardóttir. Hjá Sindra á bekknum númer 5 Salvör Dalla Hjaltadóttir, Arna Ósk Arnarsdóttir, Harpa Lind Helgadóttir, Alexandra Sæbjörg Hörn og María Hjördís Karlsdóttir. En þetta er komið á stað og strax barátta hérna á miðunni. Sindra konur ætla sér þetta hérna pressu, fín vörn hérna hjá Fríðu en Sindri fær innkastið. Ef að einhverjir eru hérna staddir á Akranesi að horfa á þennan leik hjá okkur, að eins og okkur finnst nú gaman að hafa ykkur fyrir fram á skjáin, að þá viljum við frekar sjá okkur hérna á vellinum. Það er fínasta veður og nóg pláss í brekkunni, en hér koma Sindramenn upp hægra megin. Það Chesley Stróðir reynir að koma fræg á Fríðu en Birta klár í varatekningu hérna og kemur honum út fyrir bæir þessu frá. Sindri í rauninni á leiknum sjó í fyrstu deildinni, sitja í 7. sæti en geta með sigri komist upp fyrir bæði IA og IR, þannig að þær hafa þannig séð að töluverða keppa heiðurinn, þannig að þær hafa örugglega nálgast þennan leik sem úrslitaleik gegn IA hér í dag. Hér hún, kemur hún yfir á hægri kantinn en spinnir boltanum út af. Við vonum að sjálfsögðu að nettengingin okkar haldi. Þeir sem að fylgdust með okkur síðast vita að það er ekki sjálfgefið, en vonum okkur besta. Skaganum gengur illa að tengja saman sendingar og halda boltanum. Ég reppi aðeins við heilinu fyrir leikinn og að sjálfsögðu vilja þær ná þessu markmiði sínu sem að var sett á mitt sumar, að ná þeim stigum sem þarf til þess að enda í efri hluta deildarinnar. Hér kemur Unnur Ýr, kemur boltanum fyrir og Fanney í færi og Fanney skorar eftir tæpar 3 mínútur. Skorar Bergdís Fanney Einarsdóttir eftir góða fyrirgjöf frá Unni Ýr. Ég er nú nokkuð viss að Sara Susan Small er ekki sátt við eigin frammistöðu þarna í markinu. Mistið þarna af fyrirgjöfinni og markið galopið fyrir Fanney og hún sett hana miklu öryggi í netið. 1-0 fyrir Skagan. Óskabyrjun, óvænt að segja það. Að gera nota klísjurnar þegar það á við. Frábær byrjun, hér er Maren strax búin að vinna boltann aftur. Unnur Ýr náttúrulega búin að koma mjög sterk inn í liðið síðar hluta móts. Og Hrafnhildur tekur innkastið. Kastar inn á Marenni. Maren með Ylfu í bakinu, kemur honum hérna aftur út á Hrafnhildi. Það kemur fyrirgjöf en Sindra stúlkur ná að koma þessu frá. Þar kemur Logey nær að halda boltanum. Hún tekur strauði fram á við. Skiptir hérna yfir til hægri og hér kemur Erla Dís í kapplaupi við Fríðu, en Fríða hefur betur. Hún er að bæja þessu frá. Það voru gaman að sjá hvernig spilast úr, hvort að Skaginn ætla sér að sækja fleiri mörk og bara gera út af þennan leik líkt og var í fyrri leik þessara liða á Höfn í sumar. Þar sem að Skaginn sigraði 3-1 og komist þar í 3-0 strax eftir 24 mínútur. Mörk frá Heiðrúnu og Marinni og Bergdísi ef ég man rétt. Það væri að Sindra stúlkur
aukaspyrnu hérna á miðjum vallarhelmingi Skagans, boltinn inn á teiginn og þar Birta að skalla frá, Sigrún hreinsar þetta lengra og þá þrýsta Skagastúlku vörnin út og boltinn endar hjá Susann í markinu, Söru Susann og Hrafnhildur vinnur boltann, kemur honum á Sigrúnu, Sigrún með reynistungusendingu á Marinni, nær ekki að komast alla leið, þá koma Sindrastúlkur, löngsending fram, Hulda nær þessu en Sindri vinnur annan bolta en það Birta nær að koma honum á Marinni, þá kemur Heiðrún og Fríða Fanney, Heiðrún tekur straugið upp í hornið og eldir og sýnist hún vera að ná þessu en hér hérna sýndist mér vera brotið á Heiðrúnu, það var Ólöf María þarna sem að tæklaði þarna full hressilega en dómarinn mata þannig að hún hefði náð boltanum og síðan dæmt hér hendi á Skagalið á Shamika ætla sér að taka þessa aukaspyrnu í að lið tiltölulega framalega þannig að hún á ekki möguleika að senda þetta inn á teginn en hún kemur með hann langan, Hulda skallar þetta niður, þar Fríða reynir að finna Aldís Silvu með góða tæklingu þarna nær boltanum, Maren geysist hér upp, unnur með henn út á hægri kantinum, þær eru 5 á móti 5 hérna og kemur boltinn inn á tegn, Heiðrún að boltinn aðeins og framalega fyrir Heiðrúnu, Fanney nær boltanum hérna út í vinstra megin og Fanney tilbaka á Fríðu, Fríða kemur þessu fyrir markið og Shamika missir á honum, nei ekki var það Shamika, það var Jenny sem að mista hana fram hjá sér. Kemur langur bolti fram, Birta í vandræðum, hér hætta, Sindralið komið hérna upp að endum, góð tækling hjá Huldu, þarna var Jenny Bitzer komin upp að endamörkum en Hulda náði að hreinsa þetta í horn, þær eru greinilega hættulegar, það má ekki sopna verðinum hérna. Þá kemur hotspyrna sem að Shamika fyrslið tekur og Sindra konur þær fylla markteginn og ætla að setja pressu á Maríu þarna í markinu en Skagalið nær að skalla þetta frá, boltinn á leiðin út af, Hulda með góða pressu, boltinn ekki út af, hér Chesley Stróðir nær að vinna aðra hotspyrnu núna hérna frá hægri. Já, Sindrastúlkur ætla sér ekkert að leggja árar í bát þó þar séu komnar undir hérna snemma leiks. Marki á 3. mínútu, Berdís Fanney með það fyrir Skagan. Það ætla að taka þetta stutt hérna, Chesley kemur honum hérna aftur á og byrjum við. Missöfnuð hreinsun, Chesley, nei, Aldís Silva komin tilbaka og hreinsar þetta fram hérna á Heiðrúnu, þá getur Skagalið sótt hratt, Heiðrún skiptir boltanum yfir, þetta var skrítin vörn hjá Freyju Sól en fín pressa þarna hjá Fanney og Sindri á innkast, það er tekið að Siggerið Arnþórsdóttur, hún kastar hérna fram á Ylvu Bítrix en Birta með þetta hérna, sendir hann tilbaka á Maríu mist og engin press á henni, finnur Hrafnhildi, þá Hulda nú tímið að spila boltanum hérna vel að mynda sín unnur Rýr, kemur hún fram á Heiðrúnu sem hann finnur opið svæðið hérna, kemur boltanum út á hægri kantinn og það Maren Leósdóttir leggur á stað, reynir hér fyrirgjöf en hún of löng og aftur fyrir. Það auðvitað verið að spila í ensku úrvalsdeildinni líka í dag. Við höfum nú áhuga á öllum fótbolta hér á ITV og
fyrsti leikur dagsins Manchester City Liverpool sem að enginn að horfa á lengur af því að við erum komin í loftið. Það staðan 3-0 fyrir Manchester City. Liverpool auðvitað manni færri, Sadio Mane rekinn út á snemmaleiks og eins einum leik í annar deild Stravellinum en hér kemur skalið aftur. Boltinn hérna úti vinstri og það engast sem að hýja á. Hrafnhildur Arín tekur það. Rýr býður sig, fær boltan hérna, reynir að koma honum inn á teginn, það Fanny en Sara Susann grípur þetta. Boltinn hérna yfir Fríðu en hún skallar þetta aftur til Maríu í markinu sem að grípur þetta örugglega. Já, leikurinn í nokkuð jafnvægi núna, bæði liðin reyna að sækja. Já, konum með hennar fyrir gjöfuna Sara í vandræðum og þetta glæsilegt mark fyrir þetta. Þetta Aldís Silva Heimisdóttir. Þetta var hreint út sagt magnað. Ég gerir ráð fyrir misjafnæðinni fyrirgjöf, hún fær boltan úr innkastinu, snýr sér við með baki í markið og sendir hann yfir Söru í markinu og þenur netmöskana hann glæsilegt. Hún eflaust mun segja að hún hefði ætlað sér að gera þetta en þetta var skrautlegt mark. Í rauninni erfitt fyrir Söru að gera nokkuð í þessu. Þetta var hár bolti en fastur og staðan skyndilega orðin 2-0. Þetta kom nánast upp úr engu. Aldís Ylva með sitt þriðja mark í sumar. Skoraði, ef ég man rétt, 2 mörk í fyrsta leik tímabilsins gegn Tindastóli hér á heimavelli. En fín byrjun, 13 mínútur liðnar og staðan orðin 2-0 fyrir Skagann. Þetta er bara repeat af fyrirleik þessara liða í sumar. Sigrún vinnur boltan, reynir að skipta honum hérna yfir á Unni en þetta er skallað frá. Þá kemur Sindri liðið, gengur illa að halda boltan núna. Unnur, já, boltinn út af og það er einhvað sem að Freyja Sól tekur fyrir Sindra. Já. Nú skallar þetta fram á, já, með góð vörn þarna hjá Sjamíku. Reynsir Hulda tætt þarna en innkast dæmt. Þá kemur
Freyja með innkastið fyrir Sindra, kastar þessu inn, fær hann aftur, kemur langur bolti en þetta er hættulaust og aftur fyrir og María mist Pírsundur að taka markspyrnu frá marki Ía. Ég vissum að Helenu létt, við vitum það bara með sigri hér í dag þá Ía nokkuð öruggt með að halda sínu 5. sæti sem að eins og við vitum var markmiðið svona seinni hluta sumars eftir að í ljós koma að liðið myndi ekki ná þeim árangri sem þeim var spáð og eins hafa orðið töluverðar breytingar á liðinu í sumar þannig að Heild veit að Helena er ánægð með þessa síðustu leiki. Kemur löng sending yfir og Maren glæsilega gert, Aldís Silva í dauðafæri, Aldís Silva með skot í þverslána og fær boltan aftur en hún heldur honum en þá feiknar fast skot hjá Aldís Silvu og var þannig á auðum sjó þruma honum í slána. Fanney reynir að komast fram hjá Siggerði sem að næra verjast þessu en Fanney er að sjálfsögðu ekkert á því að gefast upp, kemur honum út á Fríðu, Fríða sendir hann inn á tegin. Þar Aldís Silva í baráttunni og Sigrún nær boltan fyrir utan, tekur skotið, vörninni fyrir og enda með því að Siggerður reynsar innkast. Það ákafi í skaliðinu núna. Þarna hefði staðan hæglega gjótt orðið 3-0. Kemur Fríða með innkastið. Aldís Silva fær hann, sendir hann tilbaka á Fanney með fyrirgjöfina, þar kemur Unnur en boltinn er lítið á hár. Þá kemur Guðrún Ása upp vinstri kantinn, reynir hér fyrir sendingu fram, næri ekki að finna samherja og Hulda kemur honum á Sigrúnu, Sigrún pollróleg hann undir pressu, næri að snúa. Finnur Hrafnhildi út á hægri kantinum sem að krossar þessu yfir á Unnur Ír tekum hann á, þarna tókað í hana en dómarinn lætur sér fátum finnast og dæmir ekkert og þá kemur Sindra liðið Erla Dís en það Sigrún mætt, það ekki valdaboltanum, Logey kemur hún Jenny Bitset, Jenny með endamöðboltan út til vinstri, þar Guðrún Ása í baráttu við Hrafnhildi en Hrafnhildur gerir vel að koma þessu fram. Þá kemur Ylva Bítrix en missir boltan, Maren Leásdóttir kemur hún á ferðinni, Unnur Ír og Fanney komur á ferðina vinstra megin og finnur Maren aftur út á hægra kantinum og þá Maren komin í tegin en missir hann aðeins svo langt frá sér og Shamika Fistley næra henni boltanum og heldur þessu inn á. Þá koma Sindrastúlkur upp, kemur löng sending en Birta öryggi uppmála skallar þetta fram. Sigrún tekur boltan niður, reynir þarna undir pressu Heiðrún með slæma sendingu. Þá koma Sindrastúlkur aftur, boltinn yfir til hægri, Fríða næra skalla þetta frá, velgert hjá henni og hún tekur bara á rás núna. Fríða hér á fulli ferð upp vinstri kantinn, Fanney með henni, Aldís Silva með henni, hún kemst á óreitt, kemur honum upp inn á Fanneyju en þá kemur fín tækling hjá Ólöfu Maríu og hann að koma boltanum út af og bæja hættinu þannig frá. Þá innkast Fríða, Aldís Silva býður sig, bæja ekki boltan, þá það Fanney nær, það smá miskilningur en það reddast, Fríða með fyrirgjöfina en Sara grípur þetta örugglega. Kemur löng spyrna frá henni en vörnin hjá Ía vandanum vaxinn og þá kemur Heiðrún, sendir hann hér á Unnu snýr og fer af stað, fulla ferð og Shamika næra verjast þessu og koma boltanum í horn. Skalið búið að vera nokkuð hættulegt úr föstum leikadreifum í sumar og þannig að þetta án ef að hætta fyrir Sindraliðið. Það þarna tvær, Fanney og Maren.
búið sundur mögulega að taka þetta stutt eða hreinlega að fækka varnarmönnunum í leiknum. Ég held að Fanny, hún kemur bara með hennar bolta fyrir nálægt markinu en Sara Susanna hann að grípa þetta vel. Kastar síðan út á Chesley Strother sem með Hrafnild í bakinu en heldur boltanum. Chesley kemur boltanum hérna yfir en slæmsending, Hulda vinnur þetta og þessi sending aðeins svo lengt fyrir henni, hún var rétt stæð. Aðstoðardómarinn gaf það greinilega til kynna að hún hefði verið rétt stæð en Sara Susann með boltan í markinu, spyrnir langt frá markinu út til hægri, Fríða skallar þetta, Unnur Ír nær þessu, vel gert, Heiðrún flott spil hérna, Heiðrún konu beint aftur Unni, Unnur kemur hérna inn á völlin, þarf að renna sér, missir hennar lítið langt frá sér og en Birta með góða tæklingu þarna, þannig var Logey að búið sem til að taka á móti boltanum en Birta stökk fram fyrir 2-0 fyrir Skagan, 20 mínútur liðnar að leiknum. Biðjumst velvirðingar á því að það sé ekki leikklukka á skjánu hjá okkur, það er tæknilega vandamál sem við eigum við að etja þar. Aldís Ylva hérna í baráttunni, Ylva, Heiðrún kemst þarna á milli en Chesley kemur núna á ferðinni, Chesley Strother en Birta sem fyrir og hér kemur sending allt og einarlega og María Mist grípur þennan. Áhugaverð staðreynd, ég get ekki betur séð að varamarkmaður Ía hér í dag, nei býtum við, hér er hætta, nei þetta er á langt fyrir Aldísi. Varamarkmaður Ía í dag heitir Steindóra Sigríður Steinsdóttir og ég veit ekki betur en að þetta sé kona sem er betur þekkt undir nafninu Dótó og skemmtilega staðreyndi felst í því að hún er móðir Maríu Mist sem er í markinu í dag. Þetta hefur nú örugglega ekki oft gerst í íslensku knattspyrnu en mjög skemmtileg staðreynd. Dótó hefur verið markvara þjálfari hér í þjálfarateyminu við meistaraflokk í sumar en hér kemur Fríða og Sigrún á róaðir þetta niður aðeins, Birta aftur á Hulda yfir til Hrafnhildur Arín reynir að koma þessu út á Fanny, það tekst og Fanny komið núna hérna yfir á hægri kantinn. Maren með stungusendingu hérna inn á Aldís Ylva dæmdur ástæð. Fínt spil segir, gott spil segir Helena Ólafsdóttir. Já, við erum sammála því hérna í stúdíónu hjá okkur. Ekki spurning. Og mjög líflegt Skagalið núna fyrir hálfleik sér. Og hér Sigrún kemur þessu fram og þá er Unnur lögð á stað. Unnur Ír kemst í boltan. Jönni að vanda, Fríða finnur Aldís Ylva. Í markinu. Engin hætta í rauninni. Við erum eitthvað að missa tengingu annars lagi, það geti högt hjá okkur en það er ákvæmlega lítið sem við getum gert í því. Við treystum bara á að netið hjá okkur haldi. Þó að þetta sé síðasti leikurinn í kvennaboltanum í sumar, þá erum við ekkert að fara inn einu pásu að viti. Við stefnum á að senda beint frá síðasta leik Kára í þriðju deildinni núna næstu helgi. Stór stund fyrir Káramenn að í síðustu helgi tryggðu þeir sér sigurinn í þriðju deildinni og þeir munu væntanlega taka á móti verðlaunabikarnum Íslandsmeistari í þriðju deild eftir þennan síðasta heimaleik sinn næstu helgi. Við ætlum að gera okkar besta
til þess að geta verið þar á staðnum að fylgjast með og sína frá þeirri stórkostlegu stund. Káraliðið búið að vera virkilega frábært í sumar en síðan framöndan hjá okkur í vetur að sjálfsögðu fyrsta deildin í körfubolta þar sem að ÍA-liðið leikur eins og undanfarin ár og þar munum við sína beint frá öllum heimaleikjum bæði í deild og bikar. Þannig að endilega mun að gerast áskrifundur að rásin okkar og fylgjast með íþróttalífinu á Akranesi eins og það leggur sig. En aftur á leiknum hérna boltinn út fyrir og Skaginn á innkast. Sjamíka kemur þessu frá upp í stúku. Nú verður einhver að færa sig. Ekki mikil hreyfing á orðundum í stúkunni núna. Jú, þarna kemur fyrir einn af stað. Hún skallar hann tilbaka. En þetta er óvinnalega og Sara grípur þennan bolta auðvitað. Við byggjumst velvinningar á því að ef það högtir hjá okkur en hann er dæmt aukaspyrna á miðpunktinum brotið hann á Marinni Leósdóttur sýnst að vera Ólöf María hún er alltaf tilbúin að tækla áræna sér sýnist mér baráttuglöð með eindæmum og kemur Hulda með hún ekki langa aukaspyrnu kemur þessu út á vinstri kantinn örlítið og langt fyrir Fríðu. Fríða var ekki viðbúin þessu og boltinn út af kemur Siggerður með innkast finnur þar Erlu Dís en sendi ekki tilbaka slök og út fyrir Unnur tekur þetta snöggt þarna er brotið á Heiðrúnu þetta leit nú ekki vel út hún komst á undan í boltan 50-50 bolti Sjamíka straujaði hana alveg á vítateigslínunni. Það er bara hárspyrna frá því að vera vítaspyrna en það er stórhættulegur staður fyrir aukaspyrnu. 28 mínútur tæpa liðnar. Unnur Ýr Haraldsdóttir ætlar sér að taka þessu spyrnu og ég skal hundurheita ef að þetta fer ekki átt að markinu. Unnur Ýr býr sig undir að taka þetta, dómarinn flautar og beint í varnarvegginn en hún fær boltan aftur og kemur hún þá í gegnum vegginn en framhjá. Já, ekki nógu vöndurspyrna hjá Unni þarna. Já sko, leik Manchester City og Liverpool lokið og honum lauk með 5-0 sigri Manchester City. En við erum að horfa á boltan sem skiptir máli, það er nú kannski komnir nýjir áhorfendur sem að einhverju hluta vegna á völdu frekar að horfa á Manchester City Liverpool en þá bið ég velkomna Sindra frá Höfn í fyrstu deild kvenna lokaumferðinni á Norðurlandsvellinum. Þið eruð að horfa hérna á ÍA-TV í samstarfi við Omnis og Síman og hér kemur Fanny, hún er sloppin í gegn en Sjamíka kemst fyrir þetta en boltinn út á vinstri kanti hérna hjá Skaganum. Fríða hún kemur með hann aftur fyrir en Sara Susan grípur þetta snögg með hann fram. Birta hérna í bakinn á Tjösley en hún er Tjösley að sleppa hér í gegn og Birta komin tilbaka. Marja mist fellir hana en eðlilega ekki dæmt. Ég held að það sé nú ekki dólulegt að fella sinn eigin samherja en
Þetta var sannarlega hættulegt en Birta sýndi mikið áræði þarna að komast þarna tilbaka á truflana og sýndist nú Chesley vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð þarna en hún hér aftur komið með boltan. Aðstofdómarinn full snöggur með flaggið þarna og vissi upp á sér skömmina og boltinn aftur fyrir í útspark. María mist þarna kom í útlöpið og Stróþir var við það að komast fram hjá henni en Birta truflaði hana nóg til þess að koma úr jafnvægi án þess að brjóta á henni og snögga á fætur og ná að koma þessu frá. Fanney hérna í baráttunni, fín barátta en Jenny Bitzer hefur betur, kemur hann tilbaka á Ólöfu Maríu, þar sé Mika og boltinn hérna út á Siggerði. Ólöf María með langan boltan núna fram sem að Sigrún skallar frá og Fanney fær svo boltan en nær ekki stjórn á honum. Shamika langa sendingu hérna fram en Fríða kemst í boltan. Reynir sendingu hérna upp á henni en nær ekki að finna hana en fín baráttu á Fríðu þarna vinnur boltan af Chesley Stróþir. Það eru örgar hérna Hulda með langa sendingu núna fram. Aldi Silva nær þessum bolta. Shamika Prisley setur press á hana, hún finnur samt Hrafnhildi Aríni. Maren í baráttunni, Ylva hérna á eftir þessu en gengur illa að halda boltanum. Sindra Stúlku núna í liðið. Kemur ótímabær kannski sending hjá Sigrúnu inn fyrir, hann lá ekkert á en löng spyrna Fríða heim með þetta. Stóð þeir þarna í góðri gæslu Fríðu sem hann næra af henni boltanum. Hulda Maren, Sigrún, þá kemur losar þetta upp í hornið Aldi Silva og flegi ferð, einhver miskilningur í vörninni þarna. Aldi Silva með fína fyrirgjöf á fjárstænginu að það runnur í en nær ekki Aldi á þessu. Fínasti sprettur í Aldi Silva, góð fyrirgjöf en Unnur náði ekki að tengja alveg 100% þarna. Það sem að geta að nú þegar að tímabilinu að ljúka að þá munum við opna fyrir alla leiki sem að kvennaliðið hefur spilað í sumar á okkar á YouTube-brásunum okkar, þannig að þar verða þeir aðgengilegir til áhorfs og bæði til skemmtunar og annar almennur ánægju fyrir bæði skagamenn og aðra knattspyrnu áhugamenn. Þannig kemur sending hjá Fríðu allt og einalega. Hún snögg að koma boltanum fram, það greinilega dagskipunin að vera ekkert að býða með þetta, negla þessu fram á hana Chesley Stróþir en hún hefur ekki náð að gera sér mat úr þessu. Hér Maren út á Aldi Silvu með slaka sendingu sem að endar hjá Söru Susann í markinu. Þá kemur væntanlega löngspyrna frá henni í áttina að Chesley en það er Fríða sem að skalla þetta. Hulda í baráttunni en hér er færi. Skotamarki loksins hjá Sindra, það var Erla Dís Guðnadóttir sem að boltinn rökk til þarna en hún náði ekki valdi á skotinu. Boltinn vel framhjá. Kemur Marja með því hvort það var með svona spilna en hún að það var hitti á Fríðu. Birta finnur Sigrúnu, hún er svellkvöld snýr pressa á henni í Chesley, næri á henni boltanum
þá koma ná ekki að tengja saman. Jenny Bitzer hérna fikk boltan en náði ekki að gera sér mat úr þessu. 10 mínútur eftir að fyrir áleik, staðan 2-0 fyrir Skagan. Síðari hálfleik þá verða aðri leikir í fyrstu deild kvenna hafnir. Þeir hefjast klukkan 2 restina af leikjónum og við munum að sjálfsögðu færa ykkur fréttir af gangi mála í öðrum leikjum en við vekjum að sjálfsögðu athygli á því á svona stórum knattspyrnudögum að fyrir knattspyrnu áhugamenn og þá er úrslit.net vefsíðan sem að allir eiga að vera með opna. Þar eru gríðarlega innihaldsríkar og góðar upplýsingar alla fótboltaleiki sem í gangi á Íslandi og annar staðar. Þannig að ef þeir eru ekki nú þegar orðnir reglulegi notendur úrslit.net þá er þetta dagurinn til að byrja á því. Og enn einu sinni Chesley stráðir í boltanum en missir hann frá sér. Þá kemur Unnur Ír. Chesley pressar á hana, Unnur kemur honum á Marinni. Marin finnir aftur Unni Ír og hún potar hana hérna fram hjá Freyju og er komin upp í frímerkið en missir hann örlítið langt frá sér og boltinn aftur fyrir. Kemur markspyrnan en Hrafnhildur er nær að komast í þetta. Má segja að sé nokkuð jafnræði með liðunum þannig séð í að þó töluvert hættulegra í sínum aðgerðum og beinskeytar. Aldís með misjafna sendingu hérna upp í hægra hornið. Boltinn endar hjá Söru Susann Small í markinu. Löng sending frá sem að Huld á ekki neinu vandræði með, kemur honum á Fríðu. Fríða leitar að Fanney og finnur Fanney með hjálp hérna frá Aldi Silvu, losar hann upp í hornið. En fín vörn hérna hjá Ólöfu Maríu. Kemur Chesley Stráðar nær að koma boltanum. Nei, Skaginn vinnur þetta. Sigrún tilbaka á Birtu. Rót að segja að ÍR-liðið hafi virkað nokkuð örugt í þessu leik fyrir þetta eina atvik þar sem að Chesley Stráðar komst í gegn en það björguði því með góðri vörn Birtu Stefánsdóttur og Skaginn hefur átt á hættulegri færi fyrir utan þessi mörk sem hafa skorað. Það var auðvitað Berdís Fanney Einarsdóttir sem skoraði fyrsta markið á 3. mínútu og Aldi Silva Heimisdóttir bætti við á 14. mínútu með mögnuðu marki. Já, við skulum ganga út frá því að verið misjöfnuð fyrirgjöf sem að sildi yfir Söru Susann Small í markinu og þann til netmörskvana í fjárhundinu en þess utan er besta færið sennilega Aldi Silva Heimisdóttir sem átti þrumuskot í þverslana. Og Skaginn kom með boltan á ný. Birta og finnur Fríða með Heiðrúnu með sér hérna. Heiðrún er á auðum sjó, aftur á Fríðu. Fanney og hún finnur Heiðrúnu hérna uppi og Aldi Silva býður sig upp í vinstra hornið, fær boltan, missir hann og langt frá sér undir pressu frá Sjamíku Fisley og boltinn aftur fyrir. Það er fjölgað í brekkunni síðan í upphæðarleiks. Það er gaman að sjá 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik og Fanney með góða baráttu hérna
Siggerður nær ekki að koma þessu fram á við. Birta finnur Aldi Silva tilbaka á Fríðu, Fríða aftur á Aldi Silva finnur Marinni Leósdóttur sem missir hana lítið frá sér og Siggerður nær að koma þessu frá. Heiðrún aftur á Fríðu, reynir að Fanney fær boltan hérna á vítateigshorninu og að komast hérna fram hjá vörninni, nær að vinna hornspyrnu, Shamika náða að komast fyrir fyrirgjöfuna hjá henni og þá kemur hornspyrna sem að Marin Leósdóttir tekur ef að hann búið sundið þó að taka þetta stutt en Sindrastúlkurnar klárar í þetta en þær náðum út úr vítateignum. Maren með boltan fyrir og hvað hér? Þarna var það Fríða sem náði að setja höfuð í boltan en hann fór yfir og markspyrna frá marki Sindra. Fanney vinnur hennar bolta, Shamika skallar hann tilbaka og Sara út úr markinu nær þessu. Sara sendir hérna langt fram hægri kantinn en þar nær Erla Dís ekki valdi á boltanum og út fyrir fór hann. Fríða tekur þá innkastur í skagan, Heiðrún býður sig, fær hann, nær að snúa, sendir hann hérna upp á Unni Ír sem að finnur Marinni og sem að sendir hann beint á stað upp í góð hugmynd þarna en boltinn sendi ekki nóg löng fyrir Unni. Það er en gengur illa að koma boltanum í leik en er brotið á Heiðrúnu. Það er Jessley sem að gerði það. Býr Fríða sem til að taka þessa aukaspyrnu og það kemur langur bolti, Fanney er þar, fleitir honum áfram en Jenny Bitzer kemst í boltan. Komin nei, það var fínn varnarleikur hjá IA og Unnur Ír komið með boltan hérna á hættunum stað, reynir að finna allt í Silvu en Shamika er með hana þarna í gjörgæslu og kemur honum í innkast. Það tekur Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir, reynir að finna Marin Leósdóttir, Shamika skallar þetta frá og boltinn út af. Hrafnhildur kastar þessu aftur inn en fær hann svo aftur. Fín varnarvinna hana en annað innkast. Hrafnhildur kastar allt í sér, reynir að fleita, tekst ekki, Unnur nær að koma honum aftur á Hrafnhildi Arín, þá kemur fyrirgjöf, Fanney er komið með boltan hérna og fín vörn hjá Ólöfu en Fanney neitar að gefast upp og enn einu sinni fer hún í jörðina og gerir það vel í þetta sinn. Heiðrún aftur á móti, kemur með boltan í 8 vítategnum, Marin Leósdóttir reynir skot en í varnarmann og boltinn, já vel gert hjá Söru Susann Smól í markinu, náði þessum bolta áður en hann fór út af þegar að mínúta er eftir af fyrir hálfleik. Aldi Silva næra skalla þennan bolta og Shamika fær hann síðan, kemur hann tilbaka á Söru og hún undir pressu, setur boltan beint í innkast. Þá fer þessum fyrir hálfleika að ljúka sjálfsagt. Fríða með innkastið, finnur hér Marinni sem er með Ylvu í bakinu en er að koma honum á Heiðrúnu, hún á Fríðu aftur. Fríða leggur á stað
Já, hún heldur áfram, komin hérna upp að endamörkum og reynir fyrirgjöf en þetta var erfitt og þá leiktíminn liðin í fyrirháleik 45 mínútur liðnar og ég finnst að dómari leiksins hann Óli Níðan Þingólfsson bætir einu við, nei, hann búinn að flauta hérna til hálfleiks, staðan hér á Norðurólsvellinum í leik IA á Sindra 2-0 með mörkum frá Bergdísi Fanneyju Einarsdóttur og Aldísi Silvu Heimisdóttur. Fín framistæða hjá Skagaliðinu enn sem komið og við vonumst til þess að sjá áframhald á því í síðari hálfleiknum. Þannig að ekki fara langt, við munum skella hérna einhverjum skemmtilegum myndbrotum á skjáin hjá ykkur á meðan við bíðum en þangað til sjáumst eftir cirka 15 mínútur. Með
Ég er stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það er auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu er náttúrulega stórkostlegt. Ég er algjörlega viss það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eiga eftir að ná í toppbaráttuna aftur. Ég hef engan sérstakann áhuga á fótbolta. Þannig lagað, ég var reyndar alltaf í fótbolta sjálfur þegar ég átti heima á Akranesi þegar ég var lítill. En ég var ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig, ég var bara eitt uppáhaldsfótboltalið. Það er eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna. Það er IA að sjálfsögðu. Og ég hafi aldrei farið oftar á völlinn en fyrir svona rúmum 20 árum þegar Skagamenn féllu og þeir komu svo upp aftur. Arnar og Bjarki og Sturri og Pálmi og allir þeir, allt það lið. Það var algjörlega frábært. 2000 og þá sérstaklega leikurinn 96 IA KR sem við unnum glæsilega 4-1. Svo ég eina uppáhaldsminningu frá því eldgamla dag þegar ég var bara lítill strákur átti ábyggilega heima á Garðabrautinni. En Jón Þorbjörnsson sem var markmaður Skagamanna þá, hann skoraði yfir völlinn úr markspyrnu. Það er eitthvað sem maður gleymir aldrei. Þegar meistaraflokkur kvenna var endurvakin hérna fyrir nokkrum árum síðan þá fylltist maður þessari tilfinningu að þetta á bara að vera svona. Það á náttúrulega að vera topplið í kvenna- og karlaflokki á Akranesi og það er bara ekkert annað í boði. Ég flutti á Skagann 2001 og var í Vestmannaeyjum þegar Siggi Sigursteins tryggði IA Íslandsmeistaratitilinn. Síðan þá er bara ekkert aftur snúið, það er bara IA all the way. Markið sem Garðar skoraði á móti KR. Það var æði. Það var æði. Ég mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur þín. Ég mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur þín. Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Það er eldhugur í okkur. Við erum IA. Við erum IA, öll sömul. Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Og gleymum aldrei, við erum IA.
Já, komið sæl aftur við duttum nú eitthvað úr sambandi sýndist mér í hálfleiknum en við erum komin aftur hérna á IATV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Framöndan síðari hálfleikurinn í leik IA og Sindra í lokaumferðinni í fyrstu deild kvenna 2017 og ekki sjáanlegar breytingar á liðunum enn sem komið í hálfleiknum. Staðan 2-0 fyrir IA með mörkum Fanneyjar, Bergdísar Fanneyjar, Einarsdóttur á 3. mínútu og Aldísar Ylfu Heimisdóttur á 14. mínútu. IA-liðið verið töluvert sterkari í leiknum en Sindrastúlkur hafa alveg sýnt að þær geta ógna markinu þannig að þetta langt frá því að vera komið en núna klukkan 2 eru að hefjast hinir leikirnir í fyrstu deildinni sem eru spilaðir í dag. Það eru Hamrarnir taka móti Þrótti Reykjavík og í leik sem að skipti Þrótt mjög miklu máli. Það þurfa helst að vinna og þurfa helst að vinna stórt. Hér reyndar skipting hjá Sindraliðinu. Inn á kemur leikmaður númer 5 Salvör Dalla Hjaltadóttir og hún að koma í stað. Það ekki gott að segja. Hún kemur inn á hægri, hún kemur inn í framlínuna þannig að það spurning hvort hún að koma inn á mér sýnst fyrir Logey Rósvogfjörð kemur hún inn á. En já, eins og ég var að segja, Þróttur Reykjavík þarf helst ekki bara sigur, heldur stóran sigur til að segja raunhafan möguleika á að komast upp fyrir annarkvort Selfoss eða HK Víking, þó sínu stærri sigur til þess að komast upp fyrir Selfoss en þær þurfa einhvað síður mjög mikið að treysta á úrslitin úr leik HK Víkings og Selfoss sem að fyrir einmitt að hefast líka núna klukkan 2. Með jafntefli í þeim leika þá eru bæði HK Víkingur og Selfoss örugg upp en Selfoss þá til dæmisstarar. Eins Hafinn Leksvíkur í Keflavík og síðan tekur IR á móti Tindastóli. Við munum færa ykkur fréttir af þeim leikjum ef eitthvað gerist. Það gerum við að sjálfsögðu með aðstoð úrslit.net sem uppáhalds vefsíðan okkar. En leikurinn kom í gang og hann byrjar hérna á vallarhelmingi Sindra. Kemur Sigrún reynir að finna allt í Silvu en Shamika Fisley kemst á milli. Þá Fanney hérna út í vinstri megin með fyrirgjöfina en Sara Susan í markinu grípur þetta öll. Kemur Skagaliðið aftur. Þetta svona minnir á köflum á öldurnar við Langasand. Það koma eina af annari. Þegar ein búinn þá kemur bara önnur. Og það svolítið svoleiðis sem að þessi leikur búinn að vera að þróast. Að Sindrastúlkur ná ekki að halda boltanum og þá kemur IA-liðið bara aftur á þær. Nú það hérna Birta og Maren með Ylvi í bakinu, stingur hann hérna upp í horni á Unnur komin hérna vel inn í tegin. Hvað gerir hún? Hún sendir hann út í tegin, það Maren Leósdóttir en Ólöf María Arnarsdóttir kemst á milli en Hrafnhildur komin hérna upp að endamörkum. Hún þá með fyrirgjöfuna en Sindrastúlkur ná að koma þessu frá. Þetta var stór hætta í boði Skagaliðsins. Hún Birta sig með langan bolta sem endar hjá Söru Susan í markinu. Hún með allt og langan bolta sem endar hjá þjálfara Sindraliðsins. Það kannski rétt að fara yfir hvaða stúlkur eru hérna inn á. Hjá IA í markinu Marja Mist Guðmundsdóttir
aðri leikmenn í byttur við. Hér að skapast einhver hætta, Maren skiptir yfir en það hilsa frá og Ylva skallar þetta áfram. En hjá Skagaliðinu eru aðri leikmenn í vörninni númer 4 Hrafnhildur Arín og Hulda og Birta Stefánsdóttir og vinstra megin Fríða Halldórsdóttir. Á miðjunni eru Sigrún Eva Sigurðardóttir og Heiðrún Sara Guðmundsdóttir. Einnig á köntunum eru Bergdís Fanney Einarsdóttir og Unnur Ýr Haraldsdóttir. Síðan eru framherjarnir Aldís Ylva sem hér með boltan og Maren Leósdóttir svona eiginlega fremst á miðjunni og Aldís Ylva vinnur hornspyrnu. Hjá Sindra eru í markinu Sara Susan Small. Aðri leikmenn eru Freyja Sól Kristinsdóttir, Siggerður Aðstensdóttir, Erla Dís Guðnadóttir, Shamika Fisley, Ólu María Arnarsdóttir, Ylva Beatrix Stefánsdóttir, Guðrún Ása Aðstensdóttir, Jenny Bitzer, Chesley Strother, Sara Susanar var ég búin að nefna og Salvör Dalla Hjaltadóttir komin inn á í stað Lógar Rósar Vófjörð og kemur hotspinnan Maren og Sara Susan að slá þetta frá í einhverjum svona kragi og Ylva reynsar þetta síðan í innkast. Kemur Hrafnhildur með innkastið, kastar inn á Heiðrúnu. Heiðrún að snúa, lítil pressa á henni þarna. Sigrún Eva aftur út á Hrafnhildi. Hrafnhildur setur þetta inn á teginn. Þar Maren Leósdóttir klár en Ólöf María skallar frá. En Fríða komin hérna, Unnur Ýr, henni sker ekki fótur og boltinn Söru Susan í markinu. Lenda þær saman Chesley og Sigrún og Chesley dæmt brotleg. Tekur Hulda þessa aukaspyrnu, skiptir bara yfir á Fríðu, þá kemur Fríða, finnur Fanney leggur á stað, kemst fram hjá Siggerði og í komin í vítategin og þessi endar í hotspyrnu. Ef svo skemmtilega vill til að einhver að horfa á þetta fyrir austan á Höfna þá hitti ég Svon Hafnar í Hornafirði hérna fyrir utan í hálfleiknum Ármann Smára Björnsson sem að bað kærlega að heilsa og kom mér mjög óvart að hann var ekki í rauðri treyju en hann auðvitað uppalinn Sindra nær að setja þetta niður fyrir Fanney kemst skot en nú sé þetta er eitthvað stríða okkur vonaða haldi og nái aftur fullri heilsu en útsendingin ætti ekki að slitna þó hún hökti örlítið svona inn á milli, þannig að sýnið enn til að þolinmæði. Maren með nóplás og Unnur Ýr. Þetta er löng sending fyrir hana en Unnur nær þessu og hún kemst hérna fram hjá einni og annari og kemur sem með boltan inn á tegin en það er bara Susan Small grípur í markinu. Maren tekur þetta niður og kemur honum út á Unnur. Unnur Hrafnhildur á góðum spretti hérna upp í hægra hornið. Þá kemur, nei hún býður með fyrirgjöfina, nú kemur fyrirgjöfin út í tegin. Maren missir af honum. Heiðrún líka. Það er Siggerður sem hann að koma þessu frá en Skalið kemur bara tilbaka. Ólöf María með góða tæklingu og boltinn út af þá en
Skalið setur hérna í byrjun síðan áleiks bara strax mikla pressu á Sindralið, ætlar hreinlega að bara drepa þennan leik tímanlega. Það eru tíðindi úr Keflavík í öðrum leik, þannig að þetta allt að spilast eins og við viljum hérna. Fyrir hálfleikurinn leikirnir eru ungir en þá hinnir. Hulda reynir að koma sér frá, Chesley verður hérna fyrir en þá kemur Unnur Ýr á flegiferð. Ylva reynir að elda hana en Unnur kraftmikil. Reynir að finna Marín Leósdóttir sem að text og hún aftur og Unnur og glæsileg vörn hjá Skamíku. Fyrstleg hérna bjargaði þarna vel. Unnur Ýr var að sleppa þarna í gegn. Þá bara þetta hérna Heiðrún nær valdi á boltanum, Fanney með henni hérna erfið sending sem að endar í fangin á Söru Susann. Sigurgerður með langan bolta fram sem að Fríða skallar tilbaka. Hér Birta vel vakandi. Chesley setur pressa á hana þannig að hún þarf að losa henni í innkast. Já, þetta að sé góð fyrir Skagan hérna þegar tímyndur linnar af síðari hálfleik að þá hefur það nú alveg sýnt sig að 2-0 ekkert endilega stór fórusta í þessu. Það þarf að halda áfram og Sindraliðið alveg klárlega ekkert búið að gefast upp. Svo ég kom inn á fyrr í útsendingunni að það á Sindri möguleika á að komast upp fyrir bæði IA og IR og hér koma þær í dauðafæri og María mist verð glæsilega þarna frá Jenny Bitzer sem var komin í fínt færi, náði nú ekki hreinu skoti en María velvakandi þarna og náði að verja þetta. Og hér Marín Leósdóttir missir hann og langt frá sér en Unnur Ýr komið með boltan núna og hún komið skotfæri og hún hindir þverslana. Kom Sara ekki við þennan bolta? Nei, sveitómarinn, það markspyrna dæmt. Annað skot Skagamanna í þverslana. Í þetta sinn var það Unnur Ýr Haraldsdóttir sem að smelti honum í slána en Gallhunari hælum Sindra stúlkna enn einu sinni í þessum leik en núna bara á sömu mínútunni dauðafæri báðum megin. Aldís Ylva setur hérna pressa á Söru í markinu sem að verður að losa hann út fyrir. En óbreytt staða í hinum leikjunum í fyrstu deild kvenna. Hrafnhildur leitar að Heiðrúnu, finnur ekki og Ylva Erldís og þarna var það varamaðurinn Salvur sem að náði ekki valda boltanum. Þá kemur Unnur Ýr hérna færa megin, kattarinn á völlin, sendir hann hérna út á Maren á vítateigslínunni, nær skoti en vel varið hjá Söru Susann. Þær eru jafnvel beittari núna en þær voru. Hér Aldís Ylva að fá boltan en Ylva kemst í þetta. Vel gert hjá Fríðu. Þá hérna Salvur reynir að fleita honum áfram en Birta velvakandi og kemur þessu út fyrir. Og þá skipting hjá Sindraliðinu. Inn á að koma leikmaður númer 19 Harpalind Helgadóttir og hún kemur í stað Freyju Sólar Kristinsdóttur sem hefur staðið vaktina í vinstri bakverðinum hjá Sindra fram að þessu og sýnist að þetta sé bara beinskipting. Harpalind kemur bara inn í vinstri bakvarðarstöðuna í hennar stað
og þá fer leikurinn í gangan í Fanney í baráttu og vinnur innkast. Já, það eins og ég sagði á hann líka verið að leika marga leiki í annarri deild karla í dag og þar búið að skora 1 mark og það ekki mark sem mér að skapi persónulega en Magni komin yfir gegn Hetti á Egilsstöðum 1-0 og Hattarar mínir menn í gríðarlegri hættu á að falla niður deild og hafa deildaskiptið þá við Kára frá Akranesi sem að koma upp. Kemur Sigrún. Sigrún kemur hérna á vörnina og já, við byggjumst velverðingar á þessu. Þetta utan við okkar vald að eiga við þetta. Við erum að senda út hérna gegnum 4G net og en við þurfum bara að kortleggja fingur. Þannig Sigrún Eva brotleg. Skalið að gera tilbúið fyrir skiptingum. Sýnist Rut Þórðardóttir vera að búið að kalla hana til hérna á varamannabekkin. Búin að standa sig gríðarlega vel í sumar og góð viðbót við þetta lið kom frá Fylki í vetur en þá kemur Shamika með langa aukaspyrnu sem að Sigrún Eva skalla frá og Maren vinnur sér boltan af Ylfu, leggur af stað með einhverja möguleika hér finnur Unnur nær boltanum sem kemur honum aftur áleiðis í áttina Maren en of langt og Sara Susann með boltan. Fríða í baratunni og Ólu Marían að komast þarna fram fyrir Aldísi en Heiðrún heyrði þetta. Sigrún út á Hrafnhildi tilbaka á Huldu á Birtu. Skalið sóttjar, þær eru hérna kantmennirnir framalega, þær mynda eins konar 4 manna línu hérna fremstu menn og hér Fríða komin, sendir hann fyrir Aldís Silva, nær ekki valda boltanum. Það verður áhugavert að sjá hver verður fyrir valinu að víkja fyrir Rut. Chesley hérna mjög einangruð frammi og vantar stuðning. Hulda finnur Maren tilbaka á Hrafnhildur finnur Unni aftur á Hrafnhildi, fínt spil hjá Skaganum núna. Maren, Aldís Silva býður sig, fær hann og Hrafnhildur kemur í stuðning og þá kemur fyrirgjöfin Samjamika kingsar þarna en þetta bjargast. Hrafnhildur náði ekki valdi á boltanum og henn bombað hérna fram á Chesley. Stróþer sem hann nær ekki valdi á boltanum. Hún búin að vera töluvert einmanna í leiknum og hér kemur skiptingin hjá Skagaliðinu og það er Heiðrún Sara Guðmundsdóttir sýnist mér sem búin að taka ofan og skiptir við Rut Þórðardóttur. Fínn leikur hjá Heiðrúnu að venju, gríðarlega vinnusöm en það er Rut líka og Rut kemur hérna inn á miðuna í staðin fyrir Heiðrúnu. Kemur innkastið en Sindralið nær þessu, Salvör varamadurinn og innkastið hérna á Guðrúnu. Sigrún gerir vel, kemst inn í þetta og Aldís Silva leggur á stað en fín vörn hérna hjá Hörpu Lind að stoppa þessa sendingu
áður en hann náði til Aldísar upp í hornið, en það var Rut með sína fyrstu snertingu. Aldís Silva nær ekki með aldaboltanum. 20 mínútur liðnar af síðari hálfleik, staðan þá 2-0. Skagalið þó búið að vera ógnandi og að hóta fleiri mörkum. En þá kemur Rut Grimm þarna, brýtur af sér. Og í fyrstu deild kvenna Keflavík núna komið í 2-0 gegn Víkingur Ólafsvík. Víkingur Ólafsvík auðvitað fallið úr deildinni. Það var víst Skagalið sem að gerði það í síðustu umferð með sigri, að þá dæmdu þær niður í aðra deild. Og en hér verið að spila upp á heiðurinn fyrst og fremst. Hvaða lið endar í efri hluta töflunar. Fín pressaði á Marinni, Ólöf María náði vinna innkast þarna. Ylva setur upp á Salvöru, en hún er ekki til boltans. Sigrún Eva, gríðarlegt efni þessi stelpa Sigrún Eva. Og hér kemur Maren Leósdóttir og reynir að finna Fanny, en þetta er erfitt. Ólöf María missir boltan hérna, Aldís Silva vel vakandi. Fanny, og þar Unnur á fjærstönginni, hún reynir að finna hana. Og Aldís Silva í færi með skot á mark. Aldís Silva Heimisdóttir bætir á markareikningin. Ef hún skorar, þá skorar hún 2. Það er bara svo leiðis. Já, þá ættum við að halda það að þessi leikur sé í höfn. Eins kaldhæðnislegt og það hljóma nú á móti Sindra. Já, það eruðu þarna mistök í vörninni hjá Sindra. Ólöf María sem hefur átt góðan leik, mistaði boltanum. Aldís Silva pressaði vel á hana. Og en slök hreinsun þarna hjá varamanninum, henni Hörpu Lind sem að rökk beint fyrir Aldís Silvu, sem að bara setta henni stöðlaust inn á fótar í netið. Og nú er þetta bara að líta vel út fyrir Skagan. Aldís Silva með sitt annað mark í leiknum á 60. mínútu. Aldís, Fanny, en tæklar Ólöf María, og Fanny sýnist mér liggja eftir að það nú töluvert til, en hún er staðin upp. Maren missir það svo langt frá sér hérna. Hulda hreinsar upp uppkantinn, en Harpa Lind kallar þetta frá. Rut kemur honum á Sigrún undir pressu, næra að halda boltanum. Vel gert hjá henni, snýr og reynir að finna hann að Marinni, en Ylva er á milli, en Marin endar svona með boltan. Marin inn á Unnur, köttar hérna inn. Unnur kemur honum yfir á Fríðu. Fínt spil núna, og Fríða með skot á markið að löngu færi, en yfir. Já, Skaliði leikur við hvern sinn fingur. Já, sko, það er kannski full augljóst að ég sé Austurringur að upplægi, en gleður mig mjög að sjá að mínir á Fáskrúðsfirði leiknir eru komnir yfir gegn Haukum 1-0. Og en það er önnur stöðu uppfærsla hérna sem að skiptir okkur hér meiri máli, að IR stúlkur eru komnar yfir 1-0 gegn Tindastóli, og þær þurfa í rauninni að treysta á stóran sigur
stóran sigur til þess að, já ekki bara stóran heldur, mjög stóran sigur til þess að komast upp fyrir IA úr þessu. Það munar 10 mörkum á þeim núna eins og staðan akkurat núna, þannig að þær þurfa að bæta við einhverjum 11 mörkum sennilega til þess að komast upp fyrir IA í 5. sætið og ég held við hljótum nú að efast að það sé hægt og að Tindastóls-liðið hafi sé nú svona nokkuð örugglega neðst í fyrstu deildinni. Það er kannski skemmtilegt líka að vekja athygli þeirra sem eru að horfa á Höfn að eins og þið vitið alveg það var kallað liðið að spila á Húsavík gegn Völsungi eftir 25 mínúta leik það er markalaus en við munum halda áfram í samstarfi við úrslit.net að uppfæra ykkur og færa ykkur í allan sannleikum það sem er að gerast í íslenskum fótbolta í dag. Aldís Silva býður sig hér en það var erfið sending hjá Sigrúnu Eimu. Já, hér koma Sindrastúlkur á fleiri ferð upp vinstri kantinn, fyrirgjöfin, Fríða hreinsar Fanneyju. Þá er það Lind sem tekur en Sigrún Eva kemst í þetta, hreinsar hann langt fram. Aðeins var það að blása hérna á Akranesi. Aldís Silva með góða pressu á Sjamíku sem hann er þó að halda boltanum. Kemur hann yfir á Siggerður reynir sendingu fram á við sem að Sigrún Eva hreinsar upp. Maren yfir til hægri, þar er Fanney í kapphlaupi við Sjamíku en Sjamíka fyrstleik þarf að koma þessu út fyrir pínpressa hjá Fanney þarna. Þá er það Hrafnhildur með engastið, finnur Rut sterkið sér stöðu aftur á Hrafnhildur með áhugaverið hugmynd hann hjá Marinni, er ætlaði að læða honum inn á Aldís Silvu sem eru þetta eldast við þrenna. Hér Rut með flotta sendingu og Marin í dauða færi. Marin Leósdóttir fekk boltan hann óvænt á marktegnum og náði ekki að stýra honum á rammann. Boltinn yfir, staðan ennþá 3-0 eftir 70 mínútna leik, réttur rúmlega. Sara Susann spillir þess út á vinstri kantinn en Guðrún Ásanna er ekki að hemja boltan. Þá kemur Hrafnhildur með innkastið, Aldís Silva enn í baráttu við Sjamíku en Harpa skallar þetta út af. Hrafnhildur á Aldísi sem fleitir þessu áfram í áttamarinni en Sjamíka skallaði þetta frá en ekki lengur en á Fanneyju sem að skiptir yfir á Fríðu, hún á Unni, aftur Fríða, aftur Unnur, skemmtilegt spil. Þá er Unnur í hérna með boltan uppi vinstra megin, kemst fram hjá varnarmanni Sindra og öðrum og hvað gerist nú? Sendur hann út í tegin Rut og þetta var góður sprettur hjá Unni Haraldsdóttur þarna. Spólaði sig fram hjá 3 varnarmönnum og lagði hann út í tegin á Rut sem hann náði ekki nógu miklum kraft í skotið og Sara Susann Small varði þetta til örugglega vel staðsett. Þá er Hrafnhildur með langt innkast á Aldís Silvu sem að geri vel en fín pressaðni á Hörpu sem að gerði sér sögóta slæma hreinsunum þarna þegar að Aldís Silva skoraði 3. mark Skamanna en Fríða með boltan tilbaka á Birtu og Rut og aftur á Huldu. Kemur Hulda, finnur Marinni með Ylvi í bakkinu, stingur upp í hornið. Þetta gerir Marin vel, hún er sterk í þessari stöðu, heldur boltanum vel og finnur hlaupinn hjá samherjum
Fanney reyndi fyrirgjöfuna þarna sem Shamika Fisley varð fyrir og þá kemur önnur fyrirgjöf og hún siglir aftur fyrir endamörk og markspyrna á marki Sindra. HK Víkingur búinn að ná forystu gegn Selfyssingum og þau úrslit gera Þrótturum mjög erfitt fyrir þar sem að markamunurinn það mikill á Selfossi og Þrótti að munar á þeim 8 mörkum, þannig að þó að Þróttarar vinni sinn leika þá komast þær ekki upp fyrir Selfoss nema þeir vinni upp þennan 8 marka mun líka, þannig að það og úrslitin í deildin í sumar hafa ekki verið með því móti að hafa ekki verið mikið einhverja risasigra. Hún hefur verið nokkuð jöfn deildin, leikir unnist á víxl með 1-2 mörkum að mestu leyti, þannig að ég held að sé ekkert í spilunum annað en það að ef að framferð sem horfir að það séu HK Víkingur og Selfoss sem að fara upp í Pepsi-deildina ári. Og hér kemur skotamarki en þetta hátt yfir, það var Fisley og þá kemur skipting hjá Skaganum. Karen Þórisdóttir gera sig klára og hún kemur í stað Bergdísar Fanneyjar Einarsdóttur. Eins ætla hér Sindra stúlkur að breyta sínu liði, inn ára koma Alexandra Sæbjörg Hörn nr. 22 og María Hjördís Karlsdóttir og út að vera að koma Ylva Beatrix Steffensdóttir og hver líka, já, Sigurgerður Aðalsteinsdóttir og þá sýnist mér hún Shamika Fisley, hún færð fram á miðuna og María Hjördís kemur í miðvörðarstöðuna hennar og Alexandra kemur inn í hægri bakvörðinn í stað Sigurgerðar, þannig að stóra taktíska breytingi hér að Shamika Fisley að færast framar á völlinn. Það verður gaman að sjá hverju það breytir. Boltinn ekki farinn. Já, þetta ekki búið fyrir að dómarinn, aðstoðardómarinn flaggar og dómarinn flautar. Þá kannski rétt að fara yfir stöðu leikja á Íslandi í dag. Í Pepsi-deild karla hafinn leikur KR og IBVF og fyrir okkur Skagamenn þá það ekki jákvæða fréttir þaðan. IBVF þar komið í 1-0 gegn KR, eins og við vitum að þá eru Skagamenn í keppni við IBVF að bjarga sér frá falli, þannig að þetta gerir okkur ekkert gott hérna á Skaganum. Það ennþá markalaust í leik Völsungs og Sindra í annarri deild karla. Njarðvík komið í höll og leiknum gegn Magnasíri og komin í 2-1 þar á Vilhjálmsvelli og Egilsstöðum. Og í fyrstu deild kvenna verið að spila heila umferð og þar ennþá staðan 0-0 hjá Hömrunum og Þrótti býtur við. Hér Unnur í dauðafæri og skorar. Kom fyrirgjöf frá Aldís Ylvu sem að flaug í gegnum allan vítateiginn og ég var svo upptekinn að því að skoða úrslit annarra leikja að þetta fór nánast næstu því fræða mér. En þetta bara að líta ansi vel út fyrir Skagalið. Fín endir á þessu tímabili sem að hefur verið svona ljúfsárt hingað til. En eins og ég var að segja, Hamrarnir og Þróttur, það ennþá markalaust á Akureyri. Keflavík 2-0 gegn Víking Ólafsvík. HK Víkingur komin í 1-0 gegn Selfossi og IR 1-0 gegn Tindastóli. Í annarri deild kvenna lokið leik Fjölnis og Einherja. Þar var 3-0 sigur Fjölnis og
Einnig í annar deild kvenna Grótta 1-0 undir á heimavelli gegn Aftureldingu Fram. En virkilega fínn leikur hérna hjá skaliðinu, ljúka tímabilinu með fínu leik. Konar í 4-0 hérna og 10 mínútur eftir. Karen Þórsdóttir hérna dæmt brotleg. Þá fylla þær deginn rauðklæddar og það Jenny Bitzer sem kemur með þessa fyrirgjöf. Karen skallar frá, liggja tvær í tegnum, sýnist vera höfuðmeiðsla ræða, einska stúlka. Já, það Fríða sem liggur úr skaliðinu og sé ekki hver það hjá Sindra sem liggur, en dómarinn hefur stöðuleikinn og vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Sýnist að vera leikmaður númer 6 sem liggur, Erla Dís Gunnardóttir. En Fríða staðin upp og Anna Sólveig er sennilega búin að tryggja það að hún viti að þessi laugardagur, en hún virðist ætlaði meira erfiðleikum með að standa upp. Hún Erla Dís, en hér kemur hún. Einhver en við erum ánægð að sjá þetta, að hún standa báðar upp úr þessu. Vonum að þeim hafi ekki orðið mjög meint af þessu, en þá kemur, sýnist mér, skipting hjá skaliðinu og Sindraliðinu. Já, Sindra að koma inn á leikmaður númer 7, Arna Ósk Arnarsdóttir, og hún sennilega að koma inn á í staðinn fyrir Erlu Dís sem verðist ekki alveg heil eftir þetta. Arna Ósk Arnarsdóttir, einnig skipting. Ásta María Búadóttir að koma. Halldórsdóttir. Og Galið komið aftur með boltan, sendir að stúlku spennt honum beint til Maríu. Hrafnhildur og það er snerting og innkast sem að Hrafnhildur tekur síðan. Reynir langt innkast en Harpa kallar þetta frá, en Karen vinnur hann. Maren að taka hann niður, velgert hjá henni, hún komin á stað, vinnur í vinstra megin, en Rut hérna með boltan, sendir hann út á Karinni. Karin með fínt skot, en enn og aftur Sara vel staðsett í markinu, grípur þetta auðveldlega. Hér varamaðurinn Arna Ósk koma að finna sér Míku. Arna Ósk fer á stað, en Birta vel vakandi og kemur þessu frá. Skalið búið að vera virkilega heilsteykt í þessum leik og ég nú alveg vissum að þrátt fyrir að það sé 4 mörkum yfir að þá séu þær mjög
ákafar í því að halda hreinu hérna í dag. Fín barátta þarna hjá Karinni og þetta markspyrna sem að María mun taka eða hvað, hei, Hulda Brynjarsdóttir tekur þetta sennilega. Já, skiptingar sýnist mér kemur þessu frá en á slæmsending hjá Aldi Silvu. Harpa kemur honum á Chesley nú eru þær margar hérna. Shamika, hún flögguð rángstæð, þetta var mjög tæft og ég heyri það þjálfari Sindramanna ekki parhrifinn og veit ekki hvort hann hefur mikið til síns máls en þetta hefði getað dottið báðum megin. Hulda með lága sendingu hérna fram á Unnur finnur Karinni, hún út á Hrafnhildur finnur Aldi Silvu aftur Hrafnhildi, fínt spil aftur Aldi Silva, Maren býður sig, Maren reynir að koma honum fram á Hrafnhildi, gengur ekki, Karen kemst á milli, Maren finnur Unnur Ír komin hérna í gegn, Unnur Ír Haraldsdóttir en fínt útlöp þarna hjá Söru Susann Small í markinu, þarna hefði Unnur átt að gera betur. Chesley fer þarna aftan í Huldu og Aldi Silva heldur áfram og Maren Hrafnhildur með henni í horninu, fær boltan, kemur með boltan fyrir á fjárstöngina og þar Rut Þórðardóttir og skallar hann í netið. Ég var að mynda að velta fyrir mig hvort það ætla að láta boltan út af því að Hulda Brynjarsdóttir liggur óvig á vellinum en þetta gerir sama gagn. Boltinn fer úr leik þegar hann fer í markið og þá er hægt að huga Huldu en sýnist hún ætla að harka þetta af sér eða hvað. Hér að gera sig klárar Unnur Elva Tröstadóttir og Eva María Jónsdóttir og það er Sigrún Eva Sigurðardóttir sem kemur að velli, búin að eiga fínan leik og eins Hulda Margrét Brynjarsdóttir fyrir liði segir þetta bara gott og staðan orðin 5-0. Frábær uppskeru á hátíð hérna að eiga sér stað á Norðurálsvelli hjá meistaraflokki kvenna og þá kemur Sindri bara beinustu leið á stað. Shamika fín vörn þarna Shamika í baráttunni við Rut og hefur Petur hérna Unnur á Maren skiptir yfir á Unnur Ír fram á Marinni Leós en hún er ekki valda boltanum. Rut finnur aftur Unnur Ír en Shamika sér við henni, Rut aftur og þá kemur Chesley og hér er innkast dæmt. Hrafnhildur tekur það, Chesley kemur þá á ferðinni, kloppar hérna Karinni og Chesley er komin í fínasta færi en Birta vandanumvaxin í vörðinni kemst fyrir þetta. Þá kemur hérna Rut og Aldi Silva býður sig, Aldi Silva fær hann, komin hérna inn fyrir vörðina en það er fín vörð hérna hjá Guðrún Ásu. Aðalsteinsdótturinn er að koma þessu aftur fyrir og hornspyrna sem að Maren Leósdóttir gerir sig tilbúna til að taka. Karen býður sig stutt en það er sjá við því
og setja pressu. Sindrastúlkur. Leiktíminn að renna út. Maren með hotspyrnuna. Við. Hér kemur dauða færi. Önnur Elva fékk hann þarna frá, sýndist mér, Ástur Maríu en náði ekki valda boltanum. Þá var leiktíminn liðinn og Shamika og þær ná að, nei, það flögguð rangstað. Þetta held ég sé hárréttu dómur. Ég var einmitt að velta fyrir mig hvort að hann ætlaði ekki að flagga og þarna held ég að hann hafi verið alveg spot on, en fínasta mark þarna kom sendingin fyrir frá hægri og vörnin náði ekki. Það Shamika sem að sendi þetta fyrir og það var Chesley sem að náði að komast í boltan. Það var Eva María sem að misti á honum þarna, en það kom ekki á sök. Réttir að þetta endur ástæða sýndist mér af okkar upptökum. Þannig að Shamika með skot af löngu færi langt fram hjá. Þær Sindrastúlkur verið nú taka með sér 1 mark í þessa löngu heimferð. Hérna fær Hrafnhildur boltan. Hrafnhildur hittir hún til hægri, kemur þessu upp kantinn. Aldís Ylva snertir hann og það verður boltinn út af. Ef ég ætti að velja mannleiksins í dag þá nú margar sem koma til greina, en það erfitt að ganga fram hjá konu sem að skora 2 mörk og leggur upp 1. Þannig að mín einsmanns dómnefnd ætla að útnefna Aldís Ylvu Heimisdóttur mannleiksins í dag, þó að þær hafi margar átt stórgóðanleik og liðið sem heild spilað gríðarlega vel, verið traustar í vörninni og Sindrastúlkur ekki ná að skapa mikla hættu. Maren stingur hann hérna fram á unni. Önnur Elva reynir að koma honum fyrir, en þessi endar í hotni sem að það er hotspyrna. Það er ennþá sem að bæta við. Karen býður sér stutt, en Maren sendur hennan fyrir markið. Hér er fýtt skallið og það er glæsilegt mark. Það er Hrafnhildur Ari Sigfúsdóttir skallar hann í nærhorni í slánóin. 3. skiptið í dag sem að Skagastúlkur hitta þverslána, en núna fór hún réttu megin og inn í markið. Frábær endir á frábærum leik og fínu og skemmtilegu sumri. Það skoruðu 6 mörk í fyrsta leiknum í vor og það skora 6 mörk í síðasta leiknum hérna í haust. Og Chesley reynir skota löngu færi, en það fyrir fram hjá. Nú sjálfsagt ekki langt að bíða þessa að dómarinn flauti til leiksloka. En Shamika dæmd brotleg. Það er Birta sem að tekur þessa aukaspyrnu. Og hér flautar dómari leiksins til loka þessa knattspyrnu sem að sjá meistaraflokki kvenna hjá IA í sumar. Við hjá IA TV erum stoltir af því að hafa fylgt þeim eftir hér í sumar og hlökkum að sjálfsögðu til að gera það aftur næsta sumar. Við kannski förum yfir marka skorarana í þessum leik. Fyrsta markið kom á 3. mínútu, það var Bergdís Fanney Einarsdóttir sem að skoraði það. Aldís Ylva Heimisdóttir skoraði síðan 2 mörk. Fyrst á 14. mínútu með stórkostlegu marki, fyrirgjöf sem að endaði í markinu
og síðan þurftum við að bíða fram á 67. mínútu, þá skoraði Aldís Ylva aftur. Á 79. mínútu skoraði Unnur Ýr Haraldsdóttir, kom þeim í 4-0. Síðan Ruth Þórða Þórðardóttir kom þeim í 5-0 og síðan var það hérna undir blálokin í uppbótartíma Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir sem skoraði glæsilegt skallamark eftir hornspyrnu og lokatölur 6-0. Við hjá IATV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman þökkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag og í sumar. Við minnum á það sem framöndan hjá okkur að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sýna beint frá leik Kára næstu helgi þegar að Kári tekur á móti, skulum við sjá hverjum. Skulum hafa þetta allt á hreinu hérna. Það hérna heimaleikur Kára gegn Dalvík Reyni á laugardaginn næsta klukkan 2 og við munum segja betur frá því þegar hann dregur á Facebook síðu okkar en síðan vil ég minna á það að leikir okkar, leikir meistaraflokks kvenna sem hafa verið lokaðir á YouTube-rás okkar hingað til verða opnaðir núna og verða aðgengilegir öllum á YouTube-rás okkar. Síðan framöndan í okkur í vetur að sjálfsögðu körfuboltinn, þannig að það nóg framöndan í okkur, þannig að mikil og rík ástæða til þess að vera í áskrift á rásin okkar á YouTube, fylgjast með okkur á Facebook og Twitter. En þessu lokið hjá okkur í dag. Við þakkum kærlega fyrir samfylgdina og óskum liðinu til hamingju með góðan sigur og að hafa náð markmiðum sínum fyrir síðan hluta tímabilsins. Vel að þessu komnar. Þangað til næst. Takk fyrir okkur. Ég heiti Örn Arnarsson, ég var að lýsa. Á kamerunni hjá mér var Ingimar Elvar Ágústsson og aðstoð við útsendingu og uppsetningu var í höndum Heiðars Mars Björnssonar. Þangað til næst. Takk fyrir okkur.